Hi frá Íslandi. Hi from Iceland. It's tragedy what happened to a church today. It's like in Mormon church it was attacked and a lot of people lost their lives, and it's a very sad day. That, what people can do evil things in this world, and that's why we have to watch out for each other and be good to each other. That's the main thing. Agalegar fréttir sem voru að skýja, það var ráðist á Mormonakirkju og mikið af fólki lét lífið og við verðum að passa að vera góð við hvort annað og líta eftir hver öðru. Við búum í þessum heimi og fólk að gera illa hluti og ber okkur að verja hjart okkar og við þurfum alls ekki að fara að granda illu með illu. That we don't answer evil with evil. That's not what Jesus taught us. We have to embrace everybody with love. We have to love each other. That's how we fix things. And talk to each other so we don't have these issues. And like we say, í nafni Faðirsins, Sonarins og Heilagsanda, einn Guð, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit, one God, Amen. Amen. And I want to talk about a little thing that because Jesus always was talking in parables, and this time he spoke to them, his disciples, not in parables. He was just talking to them straight, and it's one time that he did this like this. Ég mun langa að ræða hérna this is in John, and ég mun langa að ræða hérna út frá Jóhannes, þar sem að Jesú talar ekki dæmisögum, heldur hann talar beint við lærisveinana og þeir vera svolítið hissa út af því að hann talaði alltaf í dæmisögum við þá og hann gerði það ekki í þetta skipti, hann talaði beint við þá. Og ég ætla að byrja í versi 16. kafla, við ætla að byrja frá 23. versi. I'm going to start in John. No, 22. I'm going to start in John, verse 16, chapter 16, verse 22. I'm going to start from there. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yður mun fagna. Enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þér eigi spyrja mig neins. Sannarlega segi ég yður, hvað sem þið biðjið föðurinn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðist í mínu nafni, biðjið og þér mun öðlast, svo að fögnuð yðar verður fullkomin. Þetta hef ég sagt yður í líkingum, sú stund kemur að ég tala ekki framar við yður í líkingum, heldur mun ég berum orðum segi yður frá föðurnum, á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður,
Því sjálfur elskar faðirinn yður, þar þér hafið elskað mig og trúa að ég sé frá Guði útgengin. Ég útgengin frá föðurnum og komin í heiminn. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðursins. Lærisveinar hans sögðu, nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrji þig, þess vegna trúum við að þú sért gengin frá Guði. Jesús svaraði þeim, trúið þér nú, sjá sú stund kemur og er komin að þér tvistri hver til sín og skilji mig einan eftir. Þó ég ekki einn því faðirinn er eftir, þó ekki einn því faðirinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigi frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en veru hughraustið, ég hef sigrað heiminn. Þetta talaði Jesú og hóf augu sín til himinsins og sagði, Faðir, stundin er komin, gjöru son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöru þitt dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört þig dýrlegan og jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér áður en heiminum var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér útgengin og trúi því að þú hafi sendt mig. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðið. Ég er ekki lengur í heiminum, þeim eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þér verðið eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín, þetta tala ég í heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnu í minni fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hata þá, af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir það frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá sannleikunum, þitt orð er sannleikur. Ég er sent í heiminn eins og þú sendi mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þér séu einnig helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessu, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra. Allir séu þeir eitt eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heiminum trúi að þú hefði sendt mig. Ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vill að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er,
svo að þeir sjái dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því að þú hefur elskað mig fyrir grundvöllun heimsins. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig, og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And now we are gonna play this in English. So with you. Now is your time of grief. But I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but will tell you plainly about my Father. In that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. No, the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Then Jesus' disciples said, "Now you are speaking clearly and without figures of speech. Now we can see that you know all things, and that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God." "Do you now believe?" Jesus replied. "A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world." John chapter 17. After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, "Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost, except the one doomed to destruction, so that Scripture would be fulfilled. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world,
but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them, and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me, and have loved them, even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I... Nee, oeps. Ja. In Jesus' name, amen. Oké, zo, bara. What- Be what- in them and that. Zeg bara. Be in them. Be in them, and that I myself may be in them. Í Jesu nafni, Í amen. Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. Sorry, slögt á aðeins að snemma, við erum að fara að segja barni í Yeah. skólan. We have to get the kids from school Oops. on this lovely Monday, and may God bless you on this lovely Monday. We are gonna put up. Já, We're gonna put up 5 names up to grace. yes. Já, við ætlum að lyfta upp 5 nöfnum upp í náðuna. Við ætlum að lyfta upp Ágústi, við ætlum að lyfta upp Ágúst. Við ætlum að lyfta upp Ingvar Jóeli, við ætlum að lyfta upp Ingvar Jóel. Við ætlum að lyfta upp Álfhildi, við ætlum að lyfta upp Álfhildur. Við ætlum að lyfta upp Ken, we're gonna lift up Ken. Við ætlum að lyfta upp Stacy, we're gonna lift up Stacy. And we ask you to pray for them and keep them up in your prayers, and ask God to bless them, and ask the Holy Spirit to guide them and lead them. And may God bless you, and be good to each other. Remember, always be good to each other. That's the main thing. Love each other, and the world is perfect with love, because God is love, and God is teaching us how to love each other. Be good to your neighbor, and we are gonna end this now on the prayer that Jesus taught us. Já. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt dagleg brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, og voru skuldunautum. Hald þú oss frá frystnum, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. We love you here in Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og eigið yndislegan dag. Og may Guð bless ykkur í Jesu nafni. Amen. Amen. And then we see you tomorrow. Yeah, Bye bye. bye.